Þríhyrningurinn ABC er ekki rétthyrndur. Hornið A er 71,57 gráður, hornið B er 30,96 gráður, hliðin A er 58,3 og hliðin B er 31,6. Reiknaðu hæðina HC, hliðina C og miðverðin NC. Nú af því að þríhyrningurinn er ekki rétthyrndur þá er ekki í boði að nota Pýþagóras eða hornaföllin til að leysa þessi atriði. Ég veit 2 horn hérna, þannig ég gæti fundið það þriðja og það myndi hjálpa, en til þess að geta fundið hæðina þá þarf ég náttúrulega að teikna hana hérna niður og þegar ég bý hana til þá myndast 2 90 gráðu horn, annað hérna vinstra megin og hitt hérna hægra megin. Ég get síðan notað þann þríhyrning sem myndast hérna hægra megin til þess að finna þennan part hér af hliðinni C og þríhyrningin hérna sem myndast vinstra megin til þess að finna afganginn af hliðinni C. Nú, svo er miðverðillinn, hann er NC sem þýðir ég er að fara á línuna C, finna miðjuna hérna og búið til línu sem fer beint upp frá hliðinni C og þá myndast þríhyrningur hérna sem er með 90 gráðu horn og ég get þá notað hornaföllin til þess að finna þá hlið. Nú, ef þú treystir til að halda áfram á eigin spýtur þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið, annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Þríhyrningurinn ABC er ekki rétthyrndur. Ég get þá ekki notað hornaföllin eins og ég sé hér eða Pýþagóras. Hornið A er 71,57 gráður, hornið B er 30,96 gráður, hliðin A er 58,3 og hliðin B er 31,6. Á þessari glæru ætla ég að sýna hvernig þú reiknar HC, hæðina C og hliðina C. Nú, hér er búið að merkja inn það sem við vitum, þessa hlið hér sem er hliðin B og þessa hlið hér sem er hliðin A. Við vitum hornið A og við vitum hornið B, þetta er allt merkt. Við skulum byrja á að finna hæðina. Þegar ég teikna hana þá myndast þessi 2 þríhyrningar, þessi litli og þessi stærri. Báðir eru með 90 gráðu horn sem þýðir að verkfærakistan mín opnast. Ég get notað hornaföllin eða Pýþagóras til þess að leysa þessi mál. Ég get ekki notað Pýþagóras í þessum þríhyrning hér. Ég get ekki heldur notað Pýþagóras í stóra þríhyrningnum, þannig að ég ákveða að nota hornaföllin og þá vel ég mér að standa í þessu horni A í þessu litla þríhyrning til þess að finna hæðina C. Og þegar ég stend í þessu horni og horfi inn í þríhyrningin þá er hliðin á móti mér hæðina C og eina hliðin sem ég veit í þessum þríhyrning er langhliðin. Þannig að langhlið og mótlæg ég er að fara að nota sínusinn. Hér er hann mættur og ég set inn það sem ég veit, það er þetta hvíta. Sínusinn af 71,57, horninu sem ég stend í, er jafnt og það óþekkta sem er hæðina C deilt með langhliðinni 31,6. Nú til þess að einangra hæðina er óþekktu stærð og það er losnað við 31,6 þannig að ég margfalda með í báðum megin og þá dettur þetta út hérna hægra megin og verður bara einum. Þannig að 1HC er jafnt og 31,6 sinnum sínus af 71,57 gráðum. Ég set þetta inn í reiknivélina mína og fæ það út að hæðin af C er jafnt og 29,98. Hér er það mætt og ég námyndi þetta við 30 einfallega þess að það er nógu nálægt. En þú hefur val hvort þú hefur nákvæmlega þetta svar eða námyndar. Það er allavega í boði. Nú, ég kom með hæðina C. Þannig að nú ætlum ég að finna hliðina C sem er þá öll hliðin hér. Og ég hef skipt henni í 2 parta, C1 og C2. Einfaldlega vegna þess að ég á ekki marga aðra möguleika en að kljúa þríhyrningin í tvennt, í það sem er 90 gráðu horn í báðum pörtunum
Og þá get ég notað þessi verkfæri til þess að finna C1 annars vegar og C2 hins vegar og svo leggja þá saman hérna rétt á eftir. Byrjum að finna þennan litla rauða stubb hérna C1. Ég ákvað að nota Pýþagóras til þess að finna þessa hlið vegna þess að ég veit 2 hliðar í þessum þríhyrning sem þýðir að ég veit langhliðina og ég veit aðra skammhliðina sem HC og mér langar að finna hina skammhliðina sem C1. Hér Pýþagóras mættur, a í öðru pluss b í öðru er jafnt og c í öðru, þar sem c langhliðin. Setjum inn það sem við vitum, önnur skammhliðin 29,98 í öðru veldi, pluss hinn skammhliðin sem ég veit ekki, sem kallað b hérna, b í öðru veldi, jafnt og langhliðin 31,6 í öðru veldi. Nú, til þess að einangra b þá þarf að flytja 29,98 í öðru veldi yfir samsemmerki og þá breytist það í mínus. Og 31,6 í öðru veldi 998,56 og 29,98 í öðru veldi sem ég flutti yfir þá mínus 898,8. Reiknum þessa gulu stærðir út og þá fæ ég út að b í öðru jafnt og 99,759. Ég þarf að losna við þetta annað veldi hérna og þá ger ég kvadratrót á b í öðru veldi til þess að eyða öðru veldinu en ég verð þá að gera það sama hinum megin. Þannig að b-ið í Pýþagóras sem C1 í þessu tilfelli jafnt og 9,987. Ok, ég kom með þennan litla part hér. Þá ætla ég að finna hinn partinn, þennan svarta sem hérna, þessi langi partur hér í þessum þríhyrning hérna, hægra megin. Þá vel ég mér það að standa í þessu horni hérna. Ég get nota Pýþagóras að því ég veit 2 hliðar í þessum þríhyrning en ég vel mér að nota hornaföllin og þá stendi ég þessu horni hér, ég veit mótlægu hliðina hérna og mér langar að finna aðlægu hliðina. Þannig ég að fara að nota tangens, mótlæg á móti aðlægri. Setjum inn það sem við vitum. Tangensin á horninu sem ég stendi í, 30,96, jafnt og mótlæga hliðin, 29,98 sem var þessi hæð, deilt með aðlægu skammhliðinni sem þessi C2. Ok, ég þarf að einangra C2 og hann hérna fyrir neðanstrik, það alveg ómögulegt. Ég vil koma honum upp á strik svo kallað og þá margfaldi ég með C2, bæði hérna hægra megin og hérna vinstra megin, þar að segja þessar aðlægu hlið. Þá dettur hún út hérna hægra megin, verður bara einum, þannig að aðlæga hliðin sem ég kalla C2 hérna, sinnum tan af 30,96 gráðum jafnt og 29,98. Nú til þess að einangra aðlægu hliðina sem þá C2, þá þarf ég að losna við tan af 30,96 gráðum og þá deili ég með því og gera það báðum megin. Nú tan af 30,96 deilt með tan af 30,96 verður bara 1, þannig hér stendur eftir 1 C2, það að segja 1 aðlæg hlið jafnt og 29,98 deilt með tan af 30,96. Þetta setja inn í reiknivélina og fæ þá út að C2 parturinn, það að segja þessi hér sem merktur svartur á teikningunni, 49,974. Þannig að hvað öll hliðin stór? Jú, hún þessi C1 partur pluss C2 parturinn, það að segja litli parturinn pluss stóri parturinn, eða 9,987 pluss 49,974. Samtals þá C-hliðin 59,961 og hér það komið og ég námund það hérna upp í 60. En aftur þú val hvort þú sýnir mér þetta eins nákvæmt og hægt eða námundir þetta. Þetta nógu nálægt 60 til þess að ég leiði mér það. Þá að finna miðferilinn. Nú, miðferillin línan hérna sem fer beint upp. Hún rauð hérna á myndinni og það sem ég geri, ég finn miðjuna á hliðinni C
að þetta er miðferðillinn á línunni C, þá finn ég miðjuna á línunni C og gerir punkt og svo fer ég beint upp úr þessum punkti frá þessari línu C, þannig að það myndast 90 gráðu horn. Og þá er ég komið með lítinn þríhyrning hérna með 90 gráðu horni og ég get þá notað hornaföllin eða Pýþagóras til að finna hvað þessi stubbur er langur. Hér er svo lausn, hún er hér, finnum NC, hún er blá hérna. Ég ákveð að standa í þessu horni B hérna, 30,96 gráðu horninu, horfin í þríhyrningin og þá ætla ég að nota mótlægarhliðina, ég ætla að finna hana, mótlægarhliðina, og ég ætla að nota aðlægarhliðina hérna til þess að finna hvað þessi lína er löng. Mótlæg og aðlæg, ég er þá að fara að nota tangensin. Og takt eftir að ég veit þessa aðlægarhlið hérna, einfallega vegna þess að ef ég veit alla hliðina C hérna, þá er það þannig að miðferillinn fer beint á miðjuna á þeirri línu. Þannig að þessi partur hérna frá miðferillinum út í horni B, þetta er helmingurinn af allri línunni C. Og það mun vera 29,98, helmingurinn af allri þessari hlið hér. Þannig að ég stendi þessu horni B, veit aðlægarhliðina og langar að finna mótlægarhliðina, notum tangens. Setjum inn það sem við vitum, tangensin á horninu sem ég stendi í 30,96 gráður er jafnt og mótlægarhliðin sem ég veit ekki, NC, deilt með aðlægarhliðina sem er þá 29,98. Nú ég þarf að einangra NC, þá þarf ég að losna við þetta 29,98, þannig að ég margfalda með því með þessu græna báðum megin. Þá dettur þetta 29,98 út og verður bara 1. Þannig að hér stendur eftir 1 NC sem er mótlægarhliðin er jafnt og 29,98 sinnum tangensin af 30,96 gráðum. Ég set þetta inn í reiknivélina og fæ þá út að miðferillinn NC er jafnt og 17,986. Þá er ég komið með það og þetta er nógu nálægt til þess að ég námundi það við 18. Þá er ég komið með allar lausnirnar, hæðina C, hliðina C og miðferillinn NC.